Góða kvöldi, góðir áhorfendur og verið velkomin til Ítalíu. Það keppt á Monza þessa vikuna á þessari legendary kappakstursbraut sem í uppáhaldi á mörgum. Og við ætlum að horfa á 5. umferð í fyrstu deild og Ingi Þór heiti hann Binni, vertu velkomin kæri minn. Það er kærlega fyrir ánægilegt að vera hérna með ykkur öll, verið heil og sæl. Hlakka til skemmtilega keppni hérna í kvöld. Við erum komin til Ítalíu eins og segir. Þetta er legendary braut og það verður bara hörku keppni framöndan held ég. Já, ég held að það sé ekki spurning. Það er alltaf gaman að keyra Monzu. Hún býður upp á skemmtilega stað til að taka fram úr og mjög áhuga að vera fyrstu beygju. Já, og markfræði Ascari, hún er líka alveg, getur verið lethal. Sérst að þú ætti alveg að negla hana hring eftir hring. Hún krúsíalega langur beinn kafli. Algjörlega. Og bara skemmtilegt framöndan held ég. Já, ég held það. Spurning hvað gerist þegar menn fara að spá í dekkjastratt. Nú erum við að gera klukkutíma, það voru gerðir hálftíma keppnir í gær. Já, það má taka fram að þessi braut, hún er einstaklega góð á dekk. Í gær sáum við fyrst skipti til þess að menn voru að nota soft hard. Og það er lítill munur á hard og medium. Semst á eyðslunni á dekkjunum og hraða minna ég, hraða. Og það verður bara mjög fórhald að fylgjast með hvernig menn spila úr þessu. Maður kemur svolítið blind í sjóinn þegar ég hef verið að keppa. Þetta er bara allt annar leikur að vera í klukkutíma á brautinni heldur en hálftíma. Já, það er spennandi að fylgjast með því. Allt önnur dýnamík, þau starta líka með fullan tank af bensíni, þannig að þessar öðruvísi dýnamík í gangi. En þetta verður áhugavert. Þetta gefur okkur svona smjörþefinn af því hvað mun gerast í opnundeildinni, en maður veit aldrei. En þú ert ekki búin að vera að glugga í stigatöfluna. Já, ég ákvaðist að renna í gegnum þetta. Það er officially gefið út eftir þessa umferð hver staðan er, raunstaða, þar sem það er dregið náttúrulega frá versta keppni hjá öllum. Þetta er nú ekki flókið starf, en ég ákvað rétt að renna yfir svona efstu 6 til að sjá hvernig baráttan væri þarna ofarlega í töflunni. Og hún er bara svona, ég ætla að byrja að fara yfir hana eins og hún er skráð. Það er Herra Jóð, Mr. J, Jón Þór með 83, Davíð Adams með 79 með 4 stigum, Viktor 63, 16 stig fyrir aftan, Hilmar 56, 7 stig fyrir aftan Viktor, Ólafur 54, 2 stig fyrir aftan Hilmar og Jóna 52 í 7. Ég vonandi að þetta var ekki óröglíslegt, en ef maður dregur frá verstu keppnir, þá er ennþá Herra Jóð og Davíð Adams efstu 2. Það er ennþá 4 stig munur að þeim, 67 og 63. En svo er það svona meiri hnappur 3. sætið. Þessi Viktor 55, Hilmar 53, Jóna 52 og Ólafur með 44. Þannig að þarna munar bara 3 stigum í keppninu 3. sæti. Já, þannig að það er hart barist í fyrstu deild þetta tímabilið, ekki spurning, og mjög jafnt á mönnum og það er bara spurning. Hver á daginn í dag? Já, algjörlega, þetta er líka orðið bara mikið keppni í öllum deildum. Þetta er gríðarlega skemmtilegt og mér finnst þetta alltaf verið að fara frá styrk í meiri styrk. Mér finnst deildinar afskil sletti overall verða bara mikið sterkari en voru bara fyrir 2 ára síðan. Já, algjörlega. Þetta er alltaf rétt leið. Nú, sem að hjálpa okkur að komast á áfangastað á þessu ferðalagi okkar í simracing, það eru nokkuð fyrirtæki sem styðja við bakki á okkur og við ætlum kannski bara kasta nöfnunum á þeim hérna fram. Það er Arctic Iceland, svo er það Gullfiskur, Lava Show, Craft Day, Craft Vélar, Game TV styðja við bakki á okkur, Auto Center, Classic Detail, GC Akademían, ef þú vilt prófa að keyra í simma, getur þú kíkað til þeirra. Það er fyrstur, þá náttúrulega þykir upp kalda, og svo er það verkfærasalan. Og endilega styðjum við bakki á þessum fyrirtækjum ef þið getið, því þau eru svo sannlega að styðja við bakki á okkur. Sendið við öllu kæra þakkir og að gera bara líka að henda like á streymið til þess að þau sjá það. Fleiri setja like á þetta, fleiri sem horfa, því betur er það fyrir okkur og styrktarallana. Og það er bara flott.
algjörlega. En mér langar að klára eitt sem ég veit, þrátt fyrir að hafa verið með aðra strategíu í gær, er að þú nærð hálfu reysi á fullu tanki á hörðum dekkjum. Ég get sér fyrir mér hard, eitt stopp, stratt. En svo er alltaf þetta spurningin sko, hvort að það sé hraðara eða hægara, heldur en hard, medium. Algjörlega, það er spurning. Það hefur verið svolítið vinsælt, en þetta er búið að vera að fara svolítið að prófa bæði. Það er ekki bara eitthvað eitt stratt sem að þið allir nota, þannig að það er vissulega spenna í því. Já, við vorum alveg sjór á því, ég man ekki hvort það var síðan skemmtið að kemna undan, við vorum alveg harður á því að eitt stopp væri málið og svo bara var það hard, medium málið. Bara kom okkur öll á skjöldu, það er eins og á að vera. Þetta á að vera ótrúnilegt og það gerir þetta bara meira spennandi og meira gaman að bæði að fylgjast með og lýsa. Algjörlega. Við sjáum hérna hraðasti hringur í æfingu með Hilli, hann er með 1:49.1, það er spurning hvort að menn ná að detta fyrir neðan 1:49 í tímatökum. Það vantar ekki mikið upp á. Ég á von á því. Ég ætla að leiða mér að fullera það að fari, og það fer á morgun, ferða undir 1:48.5. Ég ætla að leiða mér að fullera það í úrvalsdeildinni. Já, ég er nokkuð viss þau eru eftir að fara í 1:48. Það er bara spurning hvar þeir enda þeim megin við borðið. Harri Ingi, má ég spyrja, ert þú að horfa að Hill að keyra? Akkurat núna? Já. Ég get fyrir það. Já. Nei, ekki verið að hafa hann ákvörðað að sko blikka í ljósin. Ég held kannski að vissi að væri beinni. Já, hann er með rúðuþurrkur og hassarljósin á. Já, mér fannst að vera svo skrautlegur. Ég held kannski að hann væri meðvitaður um að hann væri með henni í mynd, sko. Það er aldrei að vita. Maður á nú alveg vitað nokkra sem hafa verið að fylgjast með keppninni á meðan þeir eru að keppna. Robocop gerði þetta hérna alltaf árið. Já, ég veit að fleiri eru að því, en þetta er náttúrulega gott að fá upplýsingar til dæmis dekkjastrategíuna hjá manneskjunni fyrir aftan sig eða fyrir framann, hvort þú átt að pusha eða þú kannski fara að standa þig vel með því að halda í hann, veist að því að þú ert kannski á hard og hann er á medium. Þetta getur skeitt miklu upp á að ekki yfirkeyra og það er alveg mögulegt og auðvelt á þessari braut að yfirkeyra. Já, algjörlega. Það eru hraðir kaflar í henni og margir svona heavy bremsustæðir sem er mjög auðvelt að yfir kokka bremsuna ef maður kemur of heitur inn. 2 chicane sem eru gjörn á að refsa, svo erum við Lesmo 1 og Lesmo 2. Þetta er nú mjög fáar beygist, við þurfum að muna upp á það er Lesmo 1 og Lesmo 2 og það er síðasta beygjan Parabola. Já, og svo Ascari. Akkurat. Ég held að sé það bara laupt alið, það er eitthvað meira að ræða. Segðu. 4 beygur. Það er góðið. Já. Þetta er náttúrulega legendary braut og í uppáhaldi á mörgum ökumunum. Já, það er alltaf gaman að keppa á þessum brautum að mér finnst sem eru til í raunveruleikanum, sko. Já, það gefur alltaf nýja vídd. Algjörlega. Og það er ekki slæmt að vera með nóga hestöflum undir húddinu á þessari braut. Þetta er, eins og ég segi, það eru langir kaflar og það er að nýta draftið vel ef maður er með næg hestöfli í húddinu. Þetta henda kannski sumum bílum betur en öðrum. Mér sýnist Nissanin og Mercedesin er að standa sig vel hérna og Já, ég er að rúli keppna, en Hill er á AMG og svo erum við vinsælt val á Nismóunum, það er Viktor að sjálfsögðu. Hann er Lexus ársins. Og það er Toppi, hann er líka á Nissan og svo er Jón Þór með Mr. J, hann er á AMG. Já, þetta er svona mest tæklu bílarnir þessar myndir. Já, og svo er Renault, Oliver, Davíð Adams er á BMW, Jón Brynjar er á 911 Porsche. Sindri, ég sé ekki okkur reglubikinu, hann er ekki út af braut. Ég er með svona stillinguna, ég myndi sjá bílategundina að þau væri út af braut. Jónæður, er hann ekki alveg örugglega hann er nú allt Porsche-maður. Ég ætla ekki að fulla nettu það, ég sjá það bara, kemur allt í ljós eftir. Nei, Jónæður er ekki að gera Porsche núna. Hann er í pit, þannig að ég getur svona sagt þeirra, hann er að gera Ferrari. Já, einmitt. Það er ítalskt
Hann er heimavelli. Já, Brynjar Péturs er á AMG og Steini Sveins er á AMG. Sindri sýnst mér vera á Nissaninum. Já, Jón Ægir gæti nú grætt eitthvað í startinu á því að vera á Ferrari. Hann er mjög snöggur á stað. Alveg rétt, þetta er góða punktur. Hann er líka mjög, Jón Ægir hefur verið heldur segur. Hvað voru ekki að kjósa hann hérna driver of the day? Var ekki bara síðustu keppni? Hann fór úr, 11 upp í annarsæti? Jú, var það ekki eitthvað svoleiðis? Já. Já, gerði það, já. Ef það var ekki síðust keppni, þá var það síðast það. Hann hefur verið mjög skemmtilega aggressífur og við vitum það, hann er svona dræfið sem lætur vafa ef það er opnun, hikar ekki við það. Þau stundu kosta hann, en svo uppsker hann líka öðru koru, eins og í síðust keppni. Gefa keppendum hérna 3 mínútna viðvörun, það styttist í tímatökur. Já. Styttist bara í spennuna. Já, algjörlega. Við þurfum ekki að hafa ágjörð að rigningu hér í kvöld. Það er ekki boðið á Ítalíu þessa vikuna. Og svo er bara að gera að henda í spá, kæru gestir. Algjörlega. Og ef það er eitthvað sem við þurfum að laga, þá látum við okkur vita í chatinu. Já, hljóðið og spár. Og sko eftir hérna, ég er að kíkja á chati núna. Já, betri færð á Ítalíu heldur en á Íslandi. Já, það er líklega færðinni betri á flestuðum heldur en á Íslandi ákvæmt í dag, Reykjavík. Ertu með hljóðið á YouTube hér? Ég var með það, ég er búinn að slaka í. Nákvæmlega. Ég var að kveikja á því sko, þannig að ég er búinn að setja núna silent. Gott mál. Já. Þetta var bara stemning, þetta var svona... Það er maður að gera þetta bara í uppbytun. Akkurat. Rekast á kattana. Já, eins og segi, endilega kæru vinnir sem eru að horfa setja bara í spá. Alltaf gott að setja þar áður en tímatökurna hefjast til að gera svona aðeins meira marktakar. Algjörlega, látið rigna yfir okkur spám kvöldsins. Hvernig veðrið hann að segja norðan? Hvernig veðrið hann norðan? Það er kalt en stillt. Er eitthvað snjókoma hjá þér? Er allt hvít? Það er allt hvítinu núna. Það er örugglega komið hátt í metir hérna hjá mér í Vogunum hérna í Reykjavík. Já, það er rosalegt. Það er allt búið að vera í rugli í borginni í dag eða ekki? Þú voru búin að bókna svo mikið trén, ég fór út og hristel trén. Þau voru að láta undan snjóþunganum sko. Þetta var ekki orði, maður ekki eftir að reyns sko. Svona snöggt sko. Það er komin inn að fyrsta spá í hús. Fyrsta spáði komin í hús, það er Rúnar Karlsson, hann spáir Mr. J, Jón Þóri, Oliver, Davíð Adams. Já, þetta er solid spá. Já. Ég er eiginlega bara alveg týndur sko. Ég myndi eiginlega bara horfa á tímana í frípraktis og giska út frá því sko, en hérna, það var kannski ekki mjög spennandi spá. Verður maður ekki að styðja Jón Ægi fyrst hann er að Ferrari á Ítalíu? Hann er, við getum sagt að hann sé heimamaður í dag. Algjörlega. Ég ætla að spá Jón Ægi, Hilla og Viktor. Já, ég ætla að segja Jón Ægi verið í öðru sæti. Herra Jót tekur af Jón Þór og í þriðja sæti verið Hilmar. Hilli. Það er það. Sæmi Vald komið spá, Viktor, Mr. J, Davíð Adams. Þetta er bara alveg að fara að skella á. Ég ætla bara að gera mig kláran til að ræsa tímatökur. Já, skellt ég bara í gang. Ég held að menn sé ekki mikið að horfa endilega. Hver sekúndur þar er allir tilbúinir held ég. Klukkan er orðin, þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Tímatökur hefjast þér, niðurtalningin komin í gang. Já. Þetta verða 10 mínútur af tímatöku og það spurning hvað er námörgum hringjum. Það er 4 heitir, 4 til 5. Ef allingu áfallalaust þá nærðu 5. En þá má ekkert klikka raun og veru. Já, hérna setjast við borði á Hilla, hann er ennþá með rúðurkarnir í gangi. Þú nær open lab á 1.50 og svo ertu með 2 mínúna hringi og undir því, þannig að þú áttar á 5 heitur hringjum.
Herru, þarna fór Hilli. Hann var nú djarfur á því. Mér fannst að fara út fyrir exit-línuna, en hann hefur sloppið. Já. Það er svo strjúka dekkin til. Herru, það er hverja að koma inn í herbyggið til okkar hérna. Herru, Toppi Topsson með 30 sekúndna refsingu. Já. Hann ætti bara að drífa sig inn og aftur út strax. Já. Ég myndi gera það. Til dæmis hlust að keyra þennan hring. Já, hann er að eyða 2 hringjum. Já, þó. Nei, það er kannski bara kemur út 1. Já, það er ekkert að marka uppröðuna. Hún er að raðast núna rétt upp, en hún var á einhverju flakki hérna rétt á hann. Já, ég er að meina hann er með 30 sekúndna refsingu. Já, er hann ekki farin aftur inn í pittið eða? Nei, hann er út af brett. Já. Hann verður að takla þetta eins og hann vil. Já, þá fara 4 hitta. Það er þannig sé fyrir tímatökur er á hentugu stað refsingin. Hilli svigar svo mikið hérna, hann er að daðra með annað dekki út af braut. En nú er það bara allt í botn. Fyrsti hotlappinn að fara í gang. Það er Hilli sem er fyrstur á brautinni og starta sem fyrsta fljúgandi hring. Dimmi voru komið spá, hann segir Viktor, Jón Þór, Oliver. Já. Þetta er rosa trikki beygja, eins hæg hún er og að horfa á hana í sjónvarpi lúka bara svona eins og einhver sunnudagsrúndur, þá er rosalega trikki að ná henni vel. Það er að tapa miklum tíma þarna. Fyrsta sjúkkenni er rosalega mikið hægt. Já, mjög teknískt. Magnús Árnason segir Davíð, Oliver, Jón Þór. Já. Allir velkomnir, gaman að sjá sem flesta fram töluskjáin. Eins og við sjáum á bílnum þá er Hilli að keyra fyrir Kraftey, hann fyrir ekki að mynda mála. Ég ætla ekki að segja þess að með spár eru ekstra marktakar að það eru að koma hérna áður en fyrst hringur settur. Já, það hjálpar. Það er þeir sem við horfa og eru ekki búin að setja spá. Það er ennþá, já þið hafið 40 sekúndur að setja spá svo hún sé svona ekstra marktak. Það lúkar alveg þokkalega hjá honum Hilla. Hann er ekki búin að gera neinn svona sjáanleg afgerandi mistök, bara nokkuð solid akstur, ná einum hring á töfluna áður hann að sénsær eru teknir. Nú byrjar spennan. Það gerir Hilli, hann setur markar. Ein 4.8, hann er samt tölvöld frá tímanum sem hann náði í æfingum á hann. En enga síður, fín hringur til að byrja tímatökur á. Já, herri Jóður nær hún ekki, Jón Brynjar fjórði yfir. Nær hún ekki, hann í fjórða sæti, Viktor, það gerir Viktor. Það fyrir annars sæti. Það gerir Jónægir, hérna kemur Jónægir að fara í síðustu beginni, nær hann að hoppa upp listan. Nei, þetta var ekki góður hringur hjá honum. 3,5 sekúndu eftir besta tímanum, hann hefur klálega gert mistök. Óli er 7. Toppar að koma yfir línuna, hoppar í 6. Ég lítið að marka, ég var eftir að hoppa, ekki, þú ætti ekkert að svissa sko, ég var verður að setja hérna fjólbláa á sektora. Það var Sindri sko, það er fyrsti sektor, það er alltaf bara ein beygja. Það er svo skemmtilega til að ég er á Sindra núna, þannig að þetta er bara mjög viðeigandi upplýsingar. Sjáum hvort hann er að halda þessu, Sindri. Það segir nú meira eftir annar sektor. Fyrsti sektor er alltaf bara ein beygja. Já, eins og ég segi, maður getur grætt rosalegar og
tapa miklu þar, þannig að með að vera bara búin að taka eina krappa eða tvær krappa beigur, þá gefur það kannski ekki góða hugmynd yfir hringinn overall. Einmitt. Hver hefur ekki verið í fjólublára fyrsta sektor? Já, það sér meina sko, það kannski ekki endilega mikið að marka. Það er ákveð sem ég var að vinna sko, það er ein beygja. Jæja, sjáum Sindra, hann að bæta tíma sinn en hann ekki á fjólubláum. Hann bæti sig en ekki nóg. Hvað að frétta? Ég var fylgst með Jónægi, hann skransaði út úr Ascari, hann var á fínu tíma og núna hæði hann bara á sér og ætlaði að byrja öðrum hotlapp. Jónægi á, hann já, hugsaði bara einum viðbót. Já, hann tveimur. Já, það nægur tími ennþá. Við erum á byrja 70 mínútu, það eru tæpa 4 mínútur eftir, þannig að ef menn voru að byrja hring þá fá þeir einu viðbót. Herði, það fór Steini Sveins var að setja fjólubláan, hann er bara með rasta hring, hvorki meira að vinna. Skiptið yfir að Steina hérna. Hann er bara kominn, hann er kominn rasta hring. Já, sæll. Og Jón Þór segi, hann er annar báði búin að slá Hilla við. Já. Þetta er ekki mikið munur, 0:40. Hann Steini Sveins var í kjölsöginu hjá Jónægi. Þá að Jónægir skransaði sig í Ascari. Hann naut góðs að því sko. Ég ætla að leyfa að segja það. Já, það gæti alveg verið sko. Þessi litlu hlutir sem geta talið á þessari braut. Já, það var ekkert eitthvað með vilja gert, þetta þróaðist bara þannig sko. Hann pantaði ekkert að Jónægi myndi hægja á sér og verið að ná góðs kjölsögi hjá honum sko. En nú er herra Jóð, hann er að fara yfir línuna núna, hvað hverju, hann er að keyra mjög vel. Það er hann að bæta tíman. Nei, ekki tókst það. Viktor. Hann bæti sig ekki. Svo er Davíð Adams, hann er að nálgast parabóla síðustu beina. Jónægir sýndi núna lit og hoppaði í 4. sæti. 0,3 á eftir frestamanni. Hvað gerir Davíð Adams? Kemur hérna á síðustu beigju. Núna er hann góðu dræfi. Er hann að fara að bæta sig. Hann er 0,7 tíundu hlutum. Nei, hann bæti sig ekki. Hefur þá einn hring til þess. Já, hann er á síðasta hring. Er einhverjir á fjólublóm? Það er spurningin. Hann er hérna að slá grasið aðeins. Ég ætla að segja það til þess í gær, mínum tímatökum, þegar ég náði sko, ég var sekúndu hægari í tímatökum held ég var æfingu fyrir kemna og það vil ég meina hafi bara verið vindáttin að stríða mér sko. Já, það getur alveg verið þannig. En Viktor er að bæta 0,7 þó að hann er 0,5 eftir fremsta sæti. Hann er að neglið þennan sektor. Hann er að koma inn í parabóliku. Sáum hann hérna. Er hann að halda þessu? Er hann að fara að toppa Steina? Já! Og Steini gerir mistök í síðustu beygju þannig að hann er ekki að toppa sig. Og Jóna er að koma yfir línuna. Það er ekki bætt sig. Nei. En núna, hann er konið lokaring, hann náður lokaring. Já, nú verða ekki fyrir lokaringir. Allir sem farir yfir rásinu núna verða flaggaðir, þannig að það eru samt nokkuð margir á
Lokaring, Jón Ægir búinn að klúðra sínum lokaring, hann gerir mistök í fyrstu beygju, bremsa á seint, þannig að hann bætir sig ekki upp úr þessu. Hvað gerir Hilli? Blikkandi með rúðuþurrkur. Hann vonar svo mikið eftir rigningu, hann að nota rúðuþurrkunar. Hann er að bæta sig, gæti hoppað upp eitt eins og staðan er. Og nú er Mr. Jón Þór, hann er að koma núna næsta tímasektor, ég skal fylgjast með því. Hann er ekki á bætingu. Ein beygja eftir, Hilli kemur hérna. Varður að ná henni fullkomni. Hann að halda þessu og stokka upp fyrir Jón Þór. Hugsaðlega fleiri. Hilli á síðasta séns. Hvað gerir hann? Hann er komið línuna. Já, hann bætir sig. Vá. Við erum að tala hann er 3000 hlutum hraðari eldur en Jón Þór og nær að hoppa upp fyrir hann og Steini það er 0,037 á undan Hilla og Viktor er ekki nema rétt rúmum 10 hluta undan Steini og Sveins, þannig að sko niður í fjórða sæti er 0,160 basically. Það er 1,5 tíundu hluti frá fjórða sæti í fyrsta sætið. Síðan er 0,3 í Jón Ægir sem er í fimmta, þannig að þetta er rosalega jafnt. Ég held að sé allir komnir í ráslínuna. Já, þetta er gott sem nekt í stein. Þetta er rosalega jafnt. Við þurfum að fara aðeins að láta niður til þess að fara í sekúnduna. Já, ætlar þú að rífa upp myndaðina? Ég skal gera það. Hérna hafið þið úrslitin í tímatökum á Monza. Ég sé að ég smá stafsyningavilla hana í stendur mosa. Það er svo lítið að vera að skrifa þetta á, þið fyrirgefið það. En það er Viktor sem toppar tímatökur með 1:49,4. Steini Sveins er annar á AMG fyrir Lava Show. Hilli er sá þriðji fyrir Kraftey. Síðan er það Mr. J, hann er fyrir B-Sick Racing. Jón Ægir, hann er fyrir Arctic Retro Rewind Racing. Oliver, hann er fyrir Kalda í 7. sæti. Síðan er Jón Brynjar, Kraftey 7. Davíð Adams, Kaldi 8. 9. sæti Toppi fyrir Kraftvélar. Brynni Péturs, hann er að keppa fyrir hraðfugla Spandex Racing í 10. sæti og Sindri er á borðinum í 11. með, hann er að keyra fyrir Kraftvélar líka og þar hafið þið það, topp 11 í tímatökum. Það eru 3 ökumenn sem að vantala línuna, þannig að við erum 11 í kvöld. Þetta er athyglisvert. Ég er búinn að taka hann að mynda þessu og ég er tilbúinn og lest upp fyrir þú ert búinn að þú vilt endurstilla. Ég vil ekki athygla á því að sko, efstur í keppninni overall er Jón Þór, Mr. J, hann er í 4. sæti, annar sæti overall er Davíð Adams og hann er 8. Þannig að það er spennandi keppni framöndan í kvöld. Og nú endurstillum við lobbyið og það er gert. Nú þarf bara til að skrá sig inn. Og við getum startað þessa keppni eftir 3 mínútur, skulum við segja. Hún lætur bara vita og ég til þetta fyrir þig. Hvað er ég að gera hérna? Heyrðu. Við skulum bara raða upp á, það vantar ennþá Oliver og Toppa. Og ég er líka átt af því, ég hef verið að passa mig ekki að rugla saman Hilla og Hilmari. Hilmar er ekki með okkur í kvöld. Nei, Hilmar er ekki með okkur í kvöld. Nei. Það er líka þekkið þarna fyrir Hilla.
Það er ennþá að Oliver og Tobbi skrái sig inn. Tobbi komin inn. Við getum byrjað að raða línu. Já, viltu ég tellið upp? Það þá Viktor fremstur, Steini annar og Hilli þriðji. Það á hann eftir að skrá sig innan Oliver, hann Þú getur byrjað að raða samt. Ok. Viktor, Steini og Hilli. Viktor efstur, Steini annar, Hilli þriðji. Svo það herra Jóð, Jón Ægir og Oliver. Já, það er Oliver sem að vantar. Hver kemur Hann er kominn. Ok, þá þarf ég að fara aftur inn í þetta. Oliver var eftir Jón Ægi. Já, hann er 7. Ok, 7. Jón Brynjar, 8. Davíð Adams já, og Tobbi Topsson 9. Brynjar Péturs 10. og Sindri 11. bara Jón Brynjar sem að var hérna, Hann 7. já, ég þarf að, Brynjar Péturs var 10. Ok, þá er þetta komið. Viltu lesa þetta? Eða doppeltjekka, er ekki betra? Doppeltjekkum á þessu, just in case. Ég skal lesa bara. Já. Það er Viktor, Steini, Sveins, Hilli, Herra Jóð, Krakt-up, Oliver, Jón Brynjar, Davíð Adams, Tobbi Topsson, Brynjar Péturs og Sindri. Geggjað. Þá segjum við bara let's have a clean race og good luck og Hvernig var að byrja þetta? Já, bara strax. Núna, það er bara núna. Ekki í aðvörun. Ég er búinn að gefa það maðurinn. Já, þú gerði það, einmitt, ég var bara tekinn að lesa. Ljómandi, Akkurat. alveg hreint. Þá komum við að því, fyrsta deild, 5. umferð, Monza. Þetta verður eitthvað, gefur fyrsta bæ okkur drama, það er ekki óalgengt. Mjög skítið hérna, ef menn er að tala um chatinu, sko, hvar er Hilmar? Og hann segist í snjómokstri, hann veist ekki, hann hefur farið, tekið eitthvað vitleysa flugvél, það er því gefnir á Ítalíu. Sjáum hérna, nær Viktor að halda þessu, hann er fremstur á ráslínu, Steini Sveins annar. Hann þarf að passa sér rosalega, fara ekki aftan í ökumenn. Allir bremsa niður í mjög hæga fyrstu beygju. Steini með innri línuna, lítur vel fyrir hann. Jóna er að kíka. Nei, Já. Steini Það er- virðist. Já. Steini tekur Ó, þetta. herra, ég er út af, herðu. Það datt ekkur út. Hilli var resettaður, konur aftastur. Jáhá, býttu nú við. Býttu nú eiginlega að... Má sjá, ég ætla að reyna að ná þessu hérna. Ótti ég ná þessu. Hérna fer... Já, við náðum þessu ekki almennilega, en hann fer greinlega út úr braut og er resettaður. Agalegt. Ekki byrjunin sem hann var að vonast eftir. Nei, Steini er á harddekkjum og strax komið með hátt í með rúma sekundu í forystu. Og Jóna er hoppaður upp í annarsæti. hvað kemur það ekki á óvart? Ferraðinn, hann er snöggur af stað. Jóna er á mediumdekkjum. Viktor er líka á mediumdekkjum, hann er búinn að tapa 2 sætum í startinu. Jón Þór Hann- 4. Annar, 3. 4. settur allir að midjum. Já, Jón Þór Og svo- líka. Tobbi Topsson, Jón Brynjar. Oliver á hörðu. Hörðu, þurfum að Jón Brynjar lent í einhverju, Jón Þór fyrirgefi. Fáum Jón Þór- endursýningu á þetta. Ef þú eru dottir út, eða konni aftsætti. Við erum að sjá endursýningu á sér, hann er að koma út úr beyjunni og hvað? Já, hann bara, þetta er hans eigin mistök. Hann fer bara oflönd út á kantinn, fer smá í sandinn og snýr bílnum og fer út af. Og bíllinn mikið laskaður maður. Framan og aftan og hjólinn. Þetta er agalegt, hann gæti þurft að henda sér í pitt, sem hann gerir. Já.
Þetta setur smá strik í reikningin. Steinisins fremstur. Jón Ægir komið sekt og Viktor að taka fram úr honum. Þetta með replaya? Já, skulum ná þessu hérna. Og Ægir fór ekki nógu langt aftur. Við náðum þessu ekki almennilega. Hann náði honum í draftinu á beinakaflanum og tók hann svo að utanverðu. Þannig að það er Hálf sekúndu, Jóni, hvað er mér halva sekúndu sem er braut? Jæja. Já, segðu. Og Svo Viktor kominn í... Nei, fyrir ekki Oliver kominn í skotti á Jón Ægir. Já, þetta verður dýrt. Þetta er 1,5 sekúnda, sko. Myndi ég halda. Gróflega, þegar við erum að byrja á löngum beinu kafla. Hann á eftir að missa, já, allan að 2 fram á sér. Já, og ekki nóg með það, sko, þú veist, að því að við erum bara á hring 2, að þá eru hópurinn svo þéttur að þetta verður blóðugt fyrir hann. Sjáum hann hérna, hann er að fara að koma af penalty zone. Hann með 4 bíla bara. Já. Hann... Hvað gerist? Þessi 2, hann sleppur sennilega með 2, það er smá gappana í næstu hrúu. Já, ég vil segja að þetta er bara nokkuð vel sloppið, sko. Mjög. Hann var að missa mann fram úr sér á harddekkjum. Það fara ekki bara núna aftur fram með beint, hann er að gera allu. Ólafur Jón Ægir. Ólafur með einu línu, en Jón bremsar seinna, fer hann á djúpt? Nei. Ólafur hafi heyrt okkur segja frá því að hann var að mítjum. Ólafur bara gaf þetta svolítið eftir. Já, hann er pottinn að hlusta útsendinguna. En það er reynda 30 sekúnda buffari geti verið svolítið seint fyrir hann, sko. Já, heyrðu okkur tala dekkin á hann. Já. Mikið rétt. Mikið keppni í 7. sæti, þeir eru 3 hérna alveg í napp. Þú er kannski með augun á því líka. Þeir eru alltaf 4 napp í 4. sæti, 3. sæti. Þetta er allstar spenna. Jón Brynjar út úr braut. Keyrir hérna á vegatálma. Ég skal segja ykkur það. Toppi liggur í skottinu á Brynjar Péturs. Það minnar ekki, þetta er rosaleg lest hérna í gangi fóra. Það er ekki aðeins hvað Steini er að ná að halda aftur af Viktor. Viktor er á medium dekkjum. Steini er á hard. Hann er samt að halda Viktor í framta sig. Það er gríðilega vel gert. Mættir til leiks vel æfður. Brynjar og Toppi halda áfram að verjast. Toppi er á undan. Viktor er bara sko komin í skottið á Ég hef tekið sér að læna þessu upp. Hann vildi ekki taka fram úr og stemma. Sérðu, hann vildi taka þetta fram úr. Fyrir fyrsta sjúkenni, fyrir fyrsta bestapi. Jæja, nú er það bara hestaflakeppni. Já. Viktor er með þetta og innri línu í þokkabót. Já, hann gerði það viljandi. Hann hefði ekki tekið fram úr fyrr, en hann vildi ekki, því að þá fær, sko, hefði Steini fengið dragsúginn inn í þessa beygju. Það er nefnilega máli, sko, að því að síðasta beygjan er mjög hættuleg til framúraksturs því að hún býður svo upp á það að menn svari. Já. Þannig að þetta snýst svolítið að halda aftur á sér og setja upp fyrir fyrstu beygina. Mér fannst Viktor gera það viljandi, að vera svolítið ekki að sína sig. Hann var með rönn, mér fannst að bíða með það. Algjörlega, þetta er bara reynsla. Þegar að menn keppa oft og reysa mikið, þá fara þær að pikka upp á svona atriðum og Viktor greinilega alveg með þetta hreinu. Og Jóna er búin að slíta sig úr dragsuginu, það er ekki fyrir aftan núna, hann er að nálgast forytusauðina, hægt og rólega. Já, sko, við erum að horfa hérna á í mynd 1. til 7. sæti nánast út úr sumum beygjum, hérna, sjáu þetta. Þetta er eins og að vera, já, beautiful. Hörkeppni hérna og enga megin búið, mjög jafnur akstur hjá ökumönnum. Og Toppi var að taka fram úr Oliver, hann lét að stikka. Þetta er hann að medium.
Það var bara snyrtilegt, það tók eina verðu og var bara með betri brennslupunkt og getur alltaf bremsa seinna. Bara pró framúrakstur. Þetta athyglisvert. Algjörlega. Jón Ægir kominn í slip. Jón Þór, efsti maðurinn í stigakeppni ársins, hann aftastur. Þetta Davíð Adams, 7. Viktor að gera hennar stórt kall. Þetta verður skemmtilegt að fylgjast með þessu. Og þetta verður bara meira spennandi þegar líður á keppnistímabili. Já, algjörlega. Þetta greinilega, þessi deild alveg þræl-opin. Það eru margir möguleikar í boði. Já, það hefur oft hort á því gegnum árin að eitthvað sé að stinga af, að kemur eitthvað nýtt prodigy og eitthvað geimverð eins og við kallum stundum. En það verðist ekki vera ákvæmt í þessa deild núna. Nú þetta sko stál í stál. Algjörlega. Það æðislegt fyrir okkur sem heima sitjum. Alveg, þetta bara frábært. Þetta bara konfekt af bestu gerð. Davíð Adams í hörkuslag hérna við Brynjar Péturs með Sindra fyrir aftan sig. Þetta baráttan 7. sætið. Í slippinu, en virkilega hættulegur staður til að ætla að reyna að dýfa sér inn í Askari. Þó menn hafa nú púllað það í gegnum tíðina. Þá sannlega oftar farið verð heldur en vel. Viktor að láta mjúkudekkin telja. Jón Ægir. Sindri að sína sig. Hann mistök að Jón Ægir. Hann alltaf komið með Toppa Topson í skotti. Já. En Toppi hefur komið með refsingu. Sindri henni í hörkubarð við Brynjar, kominn innan á hann. Nær hann að klára þetta. Hnífjafnir á beinakaflanum, en Sindri með innilínu. En Brynjar hins vegar með draft, þannig að gæti hjálpa honum á síðustu metrunum, en Nismóin að halda sínu. Og sjáu að Hilli kominn hana. Hann að fara að taka dífu? Nei. Þetta alveg hörkubarðaðina. Þetta svarið fyrir Sindra. Hvað segirðu? Já, ég ætla að segja líka að Sindra fyrir Hilla. Hann náttúrulega hann náttúrulega var mjög framöðlega, ef maður rétt. Hann byrjaði 3. og resettaður, það síður á honum aflaust. Sá mann hérna, jafnir gennir beinar. Sæk. Brynjar heldur, Sindri heldur sínu fyrir ekki Brynjar, það Brynjar sem undan Sindra. Og þú veist, barátta, hún gerir það verkum að Jón Brynjar kominn í skottið á Hilla, þú veist. Leið og einn sækir og þá hann komið með annan sem hann þarf að hugsa líka. Og hvað mistök? Nei, hann náði að laga þarna, slætaði smá. Já, Brynjar Pétursson missa núna 2 fram á sér, bæði Hilla og Sindra. Hann slætaði smá þarna út úr beginni. Þetta var dýrkaflið Brynjar Péturs, hann misti hann 3 bíla fram á sér á mjög stuttu kafla. Já, þegar að hópurinn svona þéttur þá eru mistökin þeimur þyngri. Heldur betur. Þetta gaf Davíð Adams svolítið pláss til að anda og sækja áfram staðan fyrir að vera að horfa í baksýnisspegilinn. Og hann ekki langt fyrir aftan liðsfélaga sinn Oliver og þau eru að sækja á toppa. Mér kannar að vekja athygli á Jón Þóri í 11. sæti. Hann hefur komið fast í slapp en hann fór út á medium deck og það athyglisvert. Ég var í huga mínum, ég sagði það ekki, ég veiði á hann hefði farið að gerast ok, það var bara hard. En það heldur gott að hann að gera medium hard. Þegar það var 15 og 16. Það spurning. Það getur mann ekki sér bara medium. Nei, hann alltaf búinn að kasta sér hard snemma og það skemmt honum. Ég skal viðurkenna það, ég mundi ekki hvort hann byrja hard eða medium, ég skal bara viðurkenna það. Menn geta alveg endilega láta vita í chatinu. Það barátta hérna nánast öll sæti.
Það bara veit ekki hvað maður á að velja, sko. Mitt. Jóna að pressa Steina þar fyrir aftan. Oliver að pressa Toppa með Davíð Adams í skottinu. Síðan næsta bunch. Jóna á medium, á móti Steini á hard. Það eðalt að Jóna svona ná í hann og farin og ógna hann hvað hverju. Já, þetta heldur betur. Við erum að starta hring 8 og það hérna menn bara í þyrpingum. Já, þetta bara glæsilegt. Einin sem að stinga bara Viktor. Já, heldur betur. Mættur í Ólið fyrir pitt. Já. Það óvænt. Ætlaði að leiða mér að segja. Ég var ekki búinn að segja þetta fyrir mig. Það þó hard medium. Það lítur að vera þannig, ég vil hard medium soft. Ég skal fylgjast með því hvað þetta ekki maður fer á og hvað hann að gera. Hann að fylla bílinn líka. Já. Kemur út aftur fyrir aftan Jón Þór, en Jón Þór náttúrulega búinn að keyra medium hringi hérna og dekkin að spyrja eyðast. Óli tók fulla tank og medium dekk. Það eru 15 og 16, það eru held ég 15 og 16 hringir. Já, það er sannlega á 2 medium stund eftir vantarlega, ef hann hefur byrjað á hörðum. Já, hann byrjaði á hörðum. Jæja, Jóna að sækja sér veðri aftur, kominn í skotti á Steina og Toppi líka búinn að vera nálgast á, þannig að barðunum annarsæti núna að detta í 3 bíla baráttu, AMG, Ferrari og GTR. Það eru medium bílar að byrja að þjarma af hard dekkjum. Þessast medium dekk, Toppi og Jóna að byrja að þjarma að Steina. Það er kannski ekki að hjálpa Steina að láta að vera að berjast og rætta sig. Jóna í slippinu, en Toppi kominn upp að hliðina á honum með innvilínu. Já. Ferðarinn góður á bremsunum. Jóna þarf að svitsa rúa og dýfa sér. Nei. Já. Þetta tókst ekki. Ó, resettaður. Við þurfum eiginlega að fá mynda þessu aftur. Skulum fara hérna um borð hjá Jóna. Hann dýði sér að Jóna og rétt næra fara fram hjá Steina og svona resettaður. Já, hann dýði sér eins og segir, hann tók dýfu en aðeins og djarfa. Já. En tímiður. Bjartfer tók hann enga með sér, hann rétt skautaði fram með því og núna hann í skottinu á Davíð Adams. Blikkandi ljósum, alveg brjálaður. Það nú ekki í fyrst skipti sem að Jón blikkar á gauðinu fyrir fram að sig. Sennilega ekki í það síðasta. Ég skal segja, ég aðeins að renni bensinstöðina. Jón Ferrariinn að fara langt best með bensinni. Í alvöru? Já. Skal segja ykkur það. Hann hérna bara í skottinu á Davíð, svo við fylgjast hans með þessari baráttu. Jón með talsveit betri bensinstöðu en mennir framann. Já, ekki talsveit, það pínlítið betri. Já, hann með beststöðuna. Nei, hann hætti við alltaf að kikka innan á Davíð en léta því verða. Þetta hörku barátta hérna. Stutt á milli manna. Já, Jón lítur út til að ég vil segja að hann alveg líklega, sko, hann á 2 sekúndur að Steina, sko. Stein
Steini bara að pressa að toppa hérna, hann klárlega ekki. Já, sæll Davíð Adams kom í skotti á Steinu núna, náður ekkert smá á bremsukaflanum hanna. Þetta orðið 4 bíla barátta, annað niður í 5. sæti. Þetta allt mitt í umgörðar, nema Steini. Já. Fyrir ekki, Davíð Adams líka hart. Wow. Þetta rosalegt. Þarna fekk, hvað þetta, Toppi eða Steini? Steini fekk sekt. Kom með halva sekundu. Þetta gerir það verkum að hann missir á allavega 2 fram að sér. Já, ég ætla samt að segja að Steini og Davíð hart stinti þeirra að koma svolítið vel út fyrir á. Já. Það bara spurning, ætlaðar að teygja þetta fram í hálfa keppni og taka one-stopper. Jæja, sjáum hvað gerist hjá Steinar núna. Hann það bil að fara að taka út hálfa sekundna sekt sem hann gerir núna, sem þýðir að Jón Ægi og Davíð fara báðir fram úr, en hann heldur 5. sætinu þótt að Hilli sé að nálgast. Þetta bara detta í að vera 6 bíla barátta, strákar. Herru, Jón Ægir, hann að stinga sig inn á. Jós! Það að frella. Þvílíkur kapastur. Heldur betur. Wow. Þetta var svolítið. Með innri Steini fer á djúpt, verður hann resettaður. Nei, hann sleppur við það. En hann missir hana menn fram á sér. Komin í 7. sæti. Wow, hvað þetta dýrt til Steina. Þetta svo jafnt og æðislegt. Nóg eftir maður. 1/3 búinn að reisinu. Já, Hilli að gera sér sýnilega þarna. Og það væri engan veginn og nálægt til að taka dýfuna. Og Davíð Adams innhálfa. Þetta verður dýrkæft. Og aðeins þetta Davíð Adams. Þetta eiginlega þessi braut, mestmegnis hægri beygur, en hann alltaf með vinstra stefnuljósi á. Það svo mikið rebel. Það svona vinstri sinnaður, hann vil fara til vinstri. Sticking it to the man. En það verður aftur að Steini ná ekki þá aftur. Nei, ó! Sindri. Glæsilega dífu. Davíð komin í 7. sæti. Sindri nær hann sannlega ekki. En hann kemst í skotti á honum fyrir start á nýjum hring. Það var dýrkæft fyrir Davíð. Svo mikið sviftingu. Nú Jón Ægir aftur konið í 3. sæti. Hann bara þetta í 5. í 2. Þetta það alltaf gerast á brautinni. Sindri fyrir bit. Toppi búinn að ná að skilja sig smá frá Jón Ægi, kom með 2,2, enda gerði Jón mistök áðan og var resettaður, þannig að hann fara að vinna þetta aftur upp, spurning hvort hann gerir það. Já, hann var ekki miklu slagsmálum. Viktor með 14 sekundur á Jón Ægi. Hann svolítið looking pretty, sem maður segir. Heldur betur. Hann búinn að fá clean air, ekki búinn að þurfa neinar áhyggjur á afturspeglinum og ná að bara keyra sitt reis. Það er allstar annars það búinn að vera baráttabraut. Já, algjörlega. Jón Ægir að slæta hana, ælust hann að finna dekkin aðeins. Dekkin aðeins hann að segja til sín væntanlega hjá mediumstrákanum. Wow! Ég að horfa á Jón Ægi, hann bara all over. Endur sýning á eitthvað, má ég segja. Já. Prófum þetta. En á þessu, hérna kemur hann. Já. Og það væntanlega þessi beygja sem við erum að tala um. Sydney Lesmone. Já, kemur skrikandi út úr henni. Alveg þvílíkur dans.
Já, Steini Sveins ekki langt undan í 7. sætinu. Nú líka farið að styttast. Nú allir basically komnir á stig að það ekki margir hringir eftir. Bensínið leyfir það ekki, þannig að spurning hvort það reyna að nýta síðasta dropan og taka auka hringi eða nei, þau allir að fara inn. Sérðu, Toppi fór 15 lítra eftir, Jóna 27. Þetta eru 4 sekúndur. Já, sæll. Þetta þýðir að Jóna að fara að græða feita tíma. Já, þetta eru 3 sekúndur. Það eru 4 sekúndur. Já, það eru 4 lítra sekúndu. Skulum bara fylgjast með í. Þetta verður spennandi að sjá hver kemur út á undan. Þetta verður alveg hnífjamt. Særðu bensín í aðeim, þeir eru nánast í sömu lítrónum. Báðir að fylla vel á. Toppi hættir fyrr, Jóna setur hann alveg fullan. Þannig að hann ekki að taka fram úrunum. Það verður hart. Já, Jóna ætlar greinilega að keyra út keppnina á hörðudekkinum. Já, hann getur það, þá hann í góða málum held ég. Það verður áhugavert að sjá. Það verður áhugavert að sjá. 90 hringir. En það svona bendir allt til þess, ég myndi segja það, með að fylla tankinn alveg en þú veist, hvað veit maður? Og með hvað hann gat spara bensíni sko, með aðra. Hann með aðra tölur heldur en ég var að eiga við. Ég var að æfa mig og undirbúin með mína keppni í gær. Já, nefnilega sko, það nefnilega málið. Þetta gæti verið possibility. Já. Þetta verður spennandi að sjá. Nú sjáum við Brynjar Péturs, það fara að blika bensínljósi á honum. Hann kemur væntanlega inn á þessum hring. Viktor kominn inn í pit. Hvað gerir Steini? Steini með nægt bensín til að halda áfram. Þannig að hann væntanlega að taka forystu núna. Já, þá hann kannski bara að taka líka hard. Hann ætti að ná þessum og 2 í viðbót. Var að byrja 14 dag, þannig að klára 16. Á tankinum og á dekkjunum. Já. Mér þykir það mjög líklegt. Steini hefur svolítið oft reynt að teygja bensínstintinn meira heldur en aðrir. Þannig að hann mjög líklegur akkurat í one stopper en það í boði. Ég elska það þegar menni gerir eitthvað svona óvænt. Það gefur svo mikið krydd, mikið líf. Algjörlega. Sjáum hérna Jón Þór. Hann á slitnum dekkjum í öðru sæti. Eins og staðan en hann stutti að þurfa að fara aftur inn. Já, hann einu pitti á undan, skulle ég segja. Hann náttúrulega þurfti að taka auka pitt. Já. Þannig að þetta bara temporary situation fyrir hann að ekki raunstaða. Provisional second place, eins og segja í formúlunni. Hvað þetta provisional þýðir? Ég hef aldrei notað þetta orðið áður og aldrei heyrt það fyrir formúlumenn voru að nota þetta. Myndast ágæti spil hérna á milli ökumanna. Hérna fundum við baráttu. Það Hilli og Toppi. Toppi að pressa Hilla. Báðir á glænýjum dekkjum. Hilli á léttari bíl. Já, munar kannski ekki svo miklu. Jóna ekki langt fyrir aftan Toppa heldur. En þeir eru vissilega á mediumdekkjum núna. Jóna fór á hörðdekk. Það er óvíst að hann á að halda í þá. Hann þarf þess ekki, en hann getur keyrt á þessu dekkjum til enda. Þá þeir að fara inn, mennið framan hann en ekki hann. Það með mörgur málsins. Þetta á allt eftir að koma í ljós. Þetta verður spennandi. Heldur betur. Steini kominn inn í pit. Ef þetta raunverulega málið að Jóna getur látið þetta ganga sko, þetta 25 sekúndur pitturinn með bensinni eins og menn voru að gera þetta og þá að spyrja hvað langt í Jóna í Viktor og það 17 sekúndur
eða 15. Já, það er 15. Þannig þá getur Jónæi verið hérna The Black Horse, eða Dark Horse contender hérna. Já, það er Mér finnst það bara okkur spennandi möguleiki, sko. Who knows? Já, bara hringi hérna hú. Ég útilokka ekkert. Nei, ég vil nefnilega, ég held að þetta sé jafnvel strategían, sko. Ég ætla að leyfa mér að fullera það. Þetta sannarlega setur krydd í reikningin. Verður að ná. Viktor nú með helvíti góða stöðu á brautinni. Já, það samt eitthvað síður, þá það bara, hann 2 sekúndur fyrir aftan fremsta og það 18 í delta hjá, það 16 milli Jónæis og Viktors. Svo bara spurning hvernig Viktor spilar út úr dekkjunum sinum. Hann var heldur hraður á medium dekkjunum síðast stendi, en hann þarf þá að halda áfram að bæta það. Jón Þór fer inn í pit, þannig að þá Viktor aftur kominn á sinn rétta stað og Oliver situr í öðru sæti eins og staðan hann 4 sekúndum fyrir aftan Viktor. Þetta verður mjög sársaukafullt stopp fyrir Jón Þór. Já, vissulega. Þetta að sitja hann að horfa og sig detta niður röðina, þetta aldrei gaman og kom út aftastur. Og það var 9 sekúndur í hann Hilla sem í 3. sæti frá honum Oliver. Það er mikið keppni hérna á 7. upp í 10. ef þið vantar eitthvað gott sjóðsefni. Já, algjörlega. Þeir eru allir í nafn. Já, sæll, þannig eru bara Gang of 4. Jón Brynjar með 3 fyrir aftan sig og hann 4 lið að berjast. Og þeir sem elta á mitt tím, 3. Öss, ekki minnka þannig pressuna. Sæll! Steini, vel gert! Þau þarf að endursýningu þessu eftir. Ég að Brynjar Péturs bara chase cam, þá sérðu allt fyrir fram að þig. Chase cam it is. Þannig erum við á honum Sindra sem að Tívis innan á Brynjar. Tökum fram á honum, smá nudd í gangi. En hann var nú alveg búinn að kleima beina hann að sýndist mér. Já, ég ætla ekki að dæma þetta. Skulum fá endursýningu á framúraksturinn hann hjá Steina Sveins áðan. Og skulum fá það úr bílnum að Steina. Sjáum við betur hvað gerist. Hérna kemur hann við hliðina á Sindra og Jón Brynjar fyrir framann. Hann með innri línu Díviser. Hann var eiginlega verið bara fyrir klemmu þannig að Brynjar Péturs. En þetta var bara, já, það sé svo ekkert mikið hægt að setja út af þetta. Bara þegar að 3 menn reyna að staðsetja sig á sama staði brautinni, þá verður einhver sem að klemmi sig. Það að Steini tók fram úr Sindra meðan þú ert að horfa sýninguna. Já. Það allt að gerast. Ég veit það. Sindri þá 9. Davíð Adams fór fram í Jónæi á snittilegan hátt. Hann á mýkri dekkjum. Komin í 5. Tökum á því. Skáptinn á endursýningu á því. Var ég nógu snöggur? Nei. Mér mista þessu. Við stannsökunar á því. Já, það var snitt. Það var bara innri í fyrsta sjúkennið. Var á mýkri dekkjum og gaf bremsa aðeins seinna. Það var bara svona fagmannlega vel gert og ekkert nudd. Hann á meðlættan að en eins og þú sagðir Jón is playing the long game
ef mann bara hangir í þeim og þau þurfa að fara inn, þá er hann í góðum málum. Og nú sjáum við líka raunmun á Jón Ægi og Viktor, þar sem Jón Þór fór inn í pit. Það er 18,5 og ef ég reikna þessi rétt, þá er það 25 sekúndur pitturinn. Þannig Jón Ægi þarf að keyra hressilega, en svo náttúrulega fer þá líka Viktor út á harddeck fyrir síðasta kafla sinn. Já. Hann verður samt á betri dekkjum, en engu síður, ef hann er á hörðum á móti hörðum, þá er aðeins minni munur og verðum fljótur að borða þetta upp ef þetta væri medium dekk sem hann takja á móti Jóni. Já. Svo kemur ljós hvort að Viktor þurfi að taka bensín. Það er ennþá mikið að breytum í þessu sem á eftir að erfitt að segja til Já, þetta eru allt lifandi vangaveltur og við berum enga ábyrgð á þessu. Takk. Það var eitthvað sem ég hugsaði líka. Það er bara svoleiðis, þetta er eilíða vandamál the commentators að reyna að giska á hvað sé actually í gangi og hugsa í leiðinni og tala og stjórna. Þetta getur oft endað í einhverju súpu. Þetta er 7. til 10. sætið. Það er svona aðeins að slitna bindli manna. Spurning hvort að við séum að missa einhverju baráttu annars staðar. Við fáum að hoppa hérna á Jón Ægi og Davíð Adams. Það er mjög svipað bíl þar. Davíð aðeins að slíta sig frá honum. Toppi bara í góðum málum í 4. sæti. Gæti hugsanlega verið að nálgast Hilla sem að er 2,5 rúmri sekúndi á undan honum Toppa í 3. sætinu. Báðir á medium, síðan er alveg 7 sekundur í Oliver. Þetta lítur vel út fyrir þá. Efstu 2 menn þannig. Það er aðeins meiri spenningur sætin þar fyrir neðan. Og svo átt allt eftir að koma ljósaðar og strategíunar spilast út. Jón er náttúrulega hann Oliver er náttúrulega á Renault. Og ég er að taka til því að hann er með langu verstu dekkin af þeim sem við erum búin að pita. Hann Oliver. Já. Hann gæti spilað eitthvað inn í þegar lærdregur endalokunum. Lítur þetta ekki svolítið þannig út að fyrir það er sem sagt Viktor og Jón Ægir eru sennilega þau tveir hérna í tops. Ja, þeir eru allavega lítið út fyrir að vera ekki að fara aftur í pit. Það myndi ég segja. Hann segir hérna að hann Magnús í spjallinu, Viktor þarf ekki meira bensín, það gefur okkur klú til þess að hann getur klára keppnina og það er sennilega það sem hann ætlar að reyna. Oliver á eftir að fara inn aftur, Hilli líka, Toppi líka. Já, þó. Hann er að fara svo vel með dekkina, hann er að fara svo vel með dekkina Viktor að það... Er hann að hvíslaði? Já, ég veit ekki hvort hann gæti gert þetta og það væri alveg hreint útsagt og magnað, hann gæti það. En hann byrjaði á medium ef ég man rétt. Hann þarf alltaf að fara aftur í pit, en ekki meira bensín eins og Magnús mundur á. Það er flott. Graunar hafa eitthvað komið upp á milli Brynjars og Sindra sem við mistum af. Stökkva hérna aðeins niður listan. Brynjar Peturs 8. Jón Brynjar 9. Sindri komin aftastur með 2 sekúndna refsingu. Já, það hefur eitthvað komið upp á hjá honum. Hún er ekki 30 sekúndna replay. Nei, ég er bara með 15 sekundur í replay max. Já. Við erum að segja í það. Já, 5-10-15, já. Já, og Jón Þór í 10. Þetta er ekki gott fyrir stíinn, en það er ennþá 13 hringir eftir. Sjáum hvað hann er að vinna sig upp. Sindri greinilega, hann er með skemmdan Sindri. Þetta hefur eitthvað gerst hjá honum klárlega.
Heldur betur. Herru, Jónæði með 2 sekúndna refsingu, það slæmt. Hann var búinn að draga á Davíð Adams. Já, hún getur verið svolítið slæm í refsingum á völdum stöðum í brautinni sem að alveg geta verið þunghögg. Já, þetta mjög þungt. Hann var að draga á Davíð Adams og þetta strykir einingi varðandi þess að keppni sé að búin að reyna að stilla upp hérna varðandi Jón og Viktor. Þannig Viktor að fá gefins, ja, allavega 3 sekúndur myndi ég halda. Algjörlega. Ólífur kom inn í pit. Já, hann var líka á langvestu dekkjunum. En það samt alveg, það bara hart mítið hjá honum eins og öðrum. Jónæði kemur í pit. Herru, það kemur óvart. Já, þannig að One Stopper var hann með skemmtið eitthvað? Nei. Þetta er mjög já, ég veit ekki skrítið, hann er kannski búinn að hugsa þetta bara eitthvað öðru sem við og hann er að setja bensín. Ég er ekki alveg að skilja það. Með hvað hann fór vel með bensínið. Já. Það er margt sem maður skilur ekki í kýrustum. Já, ég held að maður væri búinn að Sindri greinilega orðin stopp hérna bara. Hann sé búinn að kalla þetta gott. Já, trúlega. Já, ég skildi ekki með Jóna. Ég er bara einhver meginn sá fyrir mér að því hann fyllti bílinn að hann hlyti að vera að keyra til enda og svo fer hann í pit og tekur meira bensín. Þetta er keppni í ánum. Það kannski er ekki að átta sig á sig hérna í beinni. Nei. Við erum ekki endilega að lesa þetta allt rétt, en já, kannski að þetta verður bara, þegar menn verður bara útskýra sína strategíur og lifa með þeim. Já, það er bara eins og það er. En í myndinni, þá er Viktor með 10 sekúndna forystu. Hvað segirðu? Já, þetta bara ég var svona pínu spenntur að sjá hvernig það myndi spilast út úr þessu fyrir Jónæði. Já, nú er Hilli í öðru sæti að koma í pit. Taka sitt síðasta pitstop. Geta menn ekki bara tekið 9 á soft? Jú, það er alveg spurning. Hvað tók Hannes marga hringi á soft? Var það ekki 8 eða 9 hringir? Jú. Ekki alveg með á hreinu, en það er alveg hægt. Greit, við erum að leita hérna, en það lítur út fyrir að það sé ekkert rosalega mikið barátt á braut akkurat núna. Sjá, Viktor. Það er bíl á milli allra manna hérna. Já, það er raunverulega ekki neitt að frétta sem stendur. Já, það er bara þannig. Og það er enginn á soft. Skulum bara renna hérna yfir listan. Viktor fremstur manna með 16,5 sekúndur á Toppa. Toppi er með rúma 3 sekúndur á Davíð Adams í þriðja. Og Davíð Adams er með 5 sekúndur á Steina. Síðan er rúma 3 sekúndur í Brynjar Péturs í 5. Það er bara gott bíl á milli allra. Brynjar Péturs að gera hérna mistök. Hvað þetta var. Svo meldisýning á þessu. Jæja, hann fer bara hérna smá út fyrir. Klassík miskudd í þessari vegi. Náðu að bjarga sig vel. En hann er með 5,3 á Jón Þór sem er í 7. sæti. Davíð Adams er farin í pit. Nú er Davíð Adams að fara í pit. Spurning hvað hann kemur út. Og með mikið bensín. Ég hef aldrei skilst að strategi að vera að keyra með óþarflega mikið bensín. Við höfum rætt þetta áður.
Sjáum hérna Davíð, hvað kemur hann út? Já, við höfum rætt þetta oft áður og alltaf er maður með jafnhissa. Já, ég var ekki alveg að skilja þetta. Davíð Adams kemur út, 7. nær Jónægir framborunum, já, eða hvað? Jú, Já, vel gert. 8. skal að vera, Jónægir komin upp í 7. Nú fyrir þetta alltaf skýrast fyrir lokasprettin hjá okkur. Það er nú samt feið eftir að fara inn. Já, ég ætla að Toppi eftir að fara inn. Steini, já, líklega. Nei, og þó. Voru við ekki með einhverja kenningar á hann að Steini ætla að onstoppa þetta? Hann Já, fór svo var hann næstu medium, sko. Svo var hann medium. Já. Ég átti alltaf, ég menn alltaf one-stoppa og gerir maður ráð fyrir að sé hard. En hvað veit maður? Já, nei, þá var alltaf... Já, hver veit? Það verður bara komið í ljós. Þess að vangaveltur hafa að fara út úr gluggan svo hratt hjá manni í kvöld. Já. Jesús. Það ætti að vera með eitthvað svona strategist á kantinum, svona, með eitthvað svona AI-spjall og reknar þetta út fyrir okkur. Já, en nú er, sko, Jón Þór komin í 4. sæti. Og hann, Já, eins og Steini, með betri dekka eitthvað er, við vorum ákvæmst hvað Steini geti haldið þetta út, þá er Jón Þór alveg í betri málum eitthvað er. já, sko hann var náttúrulega bara svolítið undan í pitstraktinu eins og áðan, hann gaf okkur svolítið rugglingslega mynda í hvað hann var. Það lúkkaði nú ekki droslega vel út eftir síðasta pitstoppið, en núna erum við stöðu hjá honum ef hann ætlar að keyra þetta út á þessum dekkjum. En það er alltaf velgert því að hann kominn alltaf líka samt ekki bara að gauka pitstop eða segast, hvað ég segja, undirbúið pitstop. Hann var alltaf líka misti, sko, hann var kominn, sko, 14 sekúndur fyrir aftan, sko, bara í keppninni, sko, út af slissinu sem hann var fyrir. Já. Þannig að það er gríðarlega vel gert að koma tilbaka. En það er hann náttúrulega efsti maðurinn deildinni, ekki ástæðalausu. Nei, hann er búinn að vera að keyra vel. En þetta er, eins og ég segi, það eru margir frekar jafnir í deildinni. Við erum búin að sjá rosalega sveiflur, allt frá því að vinna keppni eina helgina yfir að vera í síðasta sæti næstu helgi. Eða svona sagt, við kannski ekki alltaf helgar, þetta eru vikur, en þið veit ekki á við. Þannig að mikla sveiflur. Það eru mikla sveiflur, menn eru að toppa á og svo eru að eiga slæma keppnir og þeir virðast flestir vera búin að eiga eina slæma. Þannig að þetta er bara spennandi season hérna í gangi, ekki spurning. Sindri kom nátt út af braut. Toppi að fara í pit, síðasta pitstop. Hann lítur að fara soft. 7 hringi. Já, það er Ég trúi ekki öðru. Það hlýtur að vera fyrst hann er ekki meira eftir, sko. Annars hefur Toppa... Nei, hann fyrir út af hart. Var hann ekki búinn að taka hörðu það? Greinilega ekki. Ég ætla að segja greinilega ekki. Kemur hér út 8. Það bara hlýtur að vera. Já, það lítur bara að vera. Hann er að taka út skilduna. En það er að keppni, Davíð Adams og Jón Ægir og Toppi. Ég skal renna yfir þetta, ég held að það sé einu staðurinn sem er keppnabraut. Já. Ég var með óskennum að sjá annarsæti, það er hann Steini, hann er 23 sekúndur fyrir aftan Viktor. Það lítur vel út fyrir Viktor, en hann á eftir, eða ekki, að taka hardekið. Jú. Viktor, jú. Já, þannig að það er spurning, sko, hvort, ef hann þarf að taka smá bensín, hvort að þetta sé næg forusta, 23,5 sekúnda. Já, time will tell.
Þú vill ekki segja neitt, ég ætla ekki að spá neinu lengur. Nei, það er best að spá ekki neinu, bara kasta möguleikunum hana fram að við vitum ekki hvað að gerast. Já, ég held að Viktor þurfi bensín, þetta er alltaf lítið. 7-8 hringir hálfur tankur. Þannig að Maggi, ég ætla að nefnir að fullera það, þetta sé ekki alveg rétt. Sindri að braut, Sindri náttúrulega fór ekkert út, háa herrastíð. Það eru komin að braut aftur. Já, hann Gretar að spyrja hann Sindri, hann er langattastur. Þú veist aðeins að stökkva inn í pittin og kæla sig, komin aftur út. Það er láta millir líka á brautinni. Það er vantilega vonandi enginn eitthvað hefnd að fara að eiga sér stað. Nei, ég veit þetta ekki hvað gerðist, sko. Nei, ég segir svona. Já, eins og þið sjáu þá er bara langt á milli manna núna, þannig að við reynum að hoppa hérna eitthvað á milli og Sindri komið sagt. En nú eru bara spennandi að fylgjast með að Viktor og Steini eftir að fara inn. Hvort það bara allt í henni er Jón Þór? Er hann allt í henni bara að koma með eitthvað svakalt comeback? Hann er 34 sekúndur reyndar. Já, það er bara stóra spurningin, sko. Þetta er ekki rosalega spennandi akkurat núna, en hann gæti lítið vel út fyrir annarsætti. Það á eftir að breytast. Hann gæti lítið út vel fyrir annarsætti. Já. Ef Steini fyrir inn og ekki Jón Þór, þá er náttúrulega Jón Þór komið fram fyrir hann, það segir sig sjálft. Gretar segir inn í spjallinu að Jón Þór á því miður harddekkin eftir. Já, hann þarf aftur inn. Hann byrjaði ekki, ég var að vona að hann byrjaði hart svona upp á skemmtileiti fyrir okkur. Já, hann var ekki hart þegar hann þurfti að fara inn í pittan og snemma. Það var óöfilegt. Já, það var óöfilegt. Það er komið sér vel fyrir hann hefði verið byrjað hart úr þessu komið var. Já. Steini fer sennilega í pitt í lok þessa rings, það er ekki mikið bensín eftir í honum. Ekki að Viktor heldur. Þegar það byrjar að blikka þá á maður yfir 2 ringi eftir þegar blikki kemur á rauða. Já, henni er bensín í Viktori, hann aðeins meira, hann gæti verið á auka ringi viðbót. Já, hugsalega. Ekki mikið meira það. Þetta verður spennandi að sjá hvað þeir koma út. Það var líka bara spurningu hvernig Oliver Nói, er hann þá bara í dundur stöðu eða? Já, það var hann ekki bara óvænt að hoppa upp í annarsætti. Já, ég meina hann gæti verið að stökkva hann eitthvað upp, en hann alltaf stekkur ekki upp fyrir Viktor, hann er 40 og 1 sekúndur aftan hann. Já, gæti hugsanlega verið. Og hann er ekki búinn að vera reitt þar og við erum ekkert búinn að vera að setja hann þar í spánum. Þannig að það er aldrei að vita. Við sjáum hérna Hilla pressa Oliver og fær sekúndu í sekt. Nú bara leið og gaman ég var að byrja, varum að hópa baráttu. Alveg dæmigert. En, hvað hefur ekki segja bara Jónas býti í lófana og býti eitthvað að keppi fyrir okkur. Davíð Adams er alltaf núna alveg í skottinu og Davíð Adams líka komið sagt. Er þetta eitthvað körs í gangi hérna? Leiðið fá að keppa braut og þá tekur penaltíðið burtu fyrir okkur. Jæja, Viktor er kominn í pit. En það er alltaf að myndast baráttur aftur. Þannig að það er alltaf jákvætt. Þessi herra penaltíkur, hann er samt búinn að taka frá okkur. Já, segðu, þetta er ljótt. 1,5, þetta verður hátt í 3 sekúndur fyrir Davíð. Jón Ægir horfinn. En nú er Oliver, ég ætla að fylgjast með Oliver og Steina. Já, nei, Steini ekki sem byrja að setja bensin á. Oliver er að fara yfir ráslínuna. Já, Viktor er kominn út fremstur. Jón Þór annar, Oliver þriðji. Steini Sens er á soft. Auðvitað. Kemur út í 8. Já, þetta var bara ekkert í hætti á Viktor. Hann virðist algjörlega vera með þessa keppni í hendi sér.
Þeir eru hérna, ef þú vantar efni þá eru að keppa henni 7., 8. sæti í hnapp hérna svolítið. Þarna er það aksjónið sem vorum að leita af. Það er Steini Sveins að pressa toppa. Nú er hann náttúrulega á miklu hraða ekki mót Ívi sér. Hægan, það hlýtast er hægt. Má fá undirsýningu á þessu. Skoðum þetta aftur. Maður verður svolítið að maður vita hvað reislína er, sko. Það má ekki bara bremsa inn í reislínur, sko. Þó geta bremsað það seinna. Samhella, þetta er sátt til dífa. Toppi beygir inn í hann. En þeir liðu þetta nú báðir af, þannig að ég efast að maður verður ykkur eftirmálar af þessu. Já. Þetta er bara hard racing. Já, hann að fraus replayið sem átti að vera. Og Steini er búinn að taka fram úr toppa. Já, mann er refsa fyrir að replaya. Og Jón Þór fer inn. Þá fer hann svona raunstöður að birtast. Þá far raunstöðuna núna að birtast okkur. Jón Ægir komið þá í 4. Hilli hérna rétt fyrir aftan Oliver. 1,2. Hilli þetta gæti verið barátta á milli þeirra mannarsætið hérna á síðustu hringjunum. Spurning þegar Jón Ægir ná að blanda sér í hana þessa baráttu, en hann svolítið fyrir aftan á, sannlega ekki nóg. Ég ætla líka að leiða mér með hann auga á Steini Sveins af því að hann er á soft. Það gæti verið svolítið X-faktor í því. Ég læt vita að það fer eitthvað nálgast einhverja fréttir. Hóaði mig. Það má ekki athygla að Hilli sé búinn að taka fæsti slapp. Já, 1.50,3. Nú spyrum þetta Steini Sveins eigi ekki tilkalli þann ring komin á soft. Já, hann var að næla sér 0,5 sekundur refsingu. Hann var á 0,4 fjólblám. Öss, ekki hjálpar það. Heldur myndur ekki. Og vera nokkuð solid keppni hjá Oliver. Og sko fyrir utan hvað Viktor er að stinga alla af, þá er þetta bara mjög jöfn keppni, bara frá öðru sæti og niður. Það er aldrei langt á milli manna. Það er búin mikið að sviftingu líka. Heldur betur, sérstaklega framan að. Algjörlega. Jón Ægir var eins og jójó, eða bara flestir hérna frá hvað, svona öðru þriðja niður í 8. Mikið að jójó sviftingum. En svo mætti orða að komast. Þrír hringir eftir hér á Monza. Já. Búið að vera mikið flotta baráttur. Og Hilli á fjólubláum. Hann er greinilega með bullseye á bakkinu hans Oliver. Einbeittur brotavilji. Hann hefur 3 hringi til að vinna upp rúma sekundu og það er bara ekki langt. Ef hann heldur áfram að bæta sér smá þá fer hann að detta í draftið og það hjálpar. Jón Ægir 4. Það er fátt fína drætti alls þarna braut sem stendur. Já, en það var ekki mikið one-stopper pælingarnir okkar. Ég held að við lifum bara í vonin, við erum eins og Sigga Beinteins, við lifum í voninni.
Jú, það var mikið pælingar, en það raungerist bara ekki neitt. Það var algjör út í bláinn. Já, ég held að Jónæður hefði verið með þetta svona í sigtinu, en það er greinilega ekki rétt. Þeir ná manni bara keppni eftir keppni. Láta mann halda eitthvað allt annað. Já. Ég veit, þetta er nú svona einu sem bara þessi fer, er bara ykkar vel með dekkin. Svo veit maður ekki alveg með það er svo misrætt að myndi bíla með bensínnotkunina. Já, ég er ekki að sjá neitt framúrakstur hérna. Steini, þessi refsing fór með það. Það er helst að Jón Þór er að sækja þess að toppa eitthvað í sekundu. Já, það er eitthvað hann aftalega að gerast. Hann var nú að gera eitthvað mistöku, ekki? Toppi? Nei, Jón Þór minn sýndist að vera eitthvað í kantinu fyrir skipta á hann, en já. Hann er samt alveg sekundu fyrir aftan hann, sko. Já, það er búin að taka þetta niður úr 1,7 á hring. Þannig að nú er það komin undir, nú er 0,7. Nei. Fór og skransaði smá í sandinum. Já, þetta voru það. Curse of the Commentator. Já, já. Sjá hérna Viktor að fara að hefja síðasta hringinn. Það er komið að við einu hringur eftir. Þetta er í öruggum höndum eins og staðan er. Jón og Viktor. Það er núna myndskefni í 4. seti. Davíð Adams er að ná Jónægi, hann er alveg við að komast í dragsugin. Gæti við fengið smá drama á síðasta hring. Já. Það er nú oft hægt að taka mikið bara á bremsugalvunum hérna, saman hvað Davíð gerir, en Ferrer er nú þekktur fyrir að vera góður á bremsunum. Hann er kominn í draftið. Já. Hann er kominn í stöðu til að geta sett sig upp fyrir pass á beinakaflanum, en það er sennilega seint. Já. Sjá til, nei, þetta er ekki búið, en hefur það pínu erfiðir staðir, enga síður, en ef hann er góðu dræfi út frá Ascari, þá er aldrei að vita. Hvað er að gerast hérna? Þetta er bara dúndur barátta, 0-3. Nær Davíð Adams, Jónægir dregur sig frá, siksakar til að forðast að hafa hann í drafti. En það vill gott ekki reyna að taka fram að, það vill taka núna, það er reyna Ascari, negla Ascari og ná dragsóginum hann að, já, Jónægir er að skrika. Er nú nálægt, Nei, varst þið vitlaus að brauta, Jónægir. Viktor að koma yfir línuna, hann sigrar keppnina, vel gert hjá honum. Oliver Nói klárar í öðru sæti og Hilli D er hér 3. Jónægir kominn í 8. sæti. Jónægir dottinn í 8. sæti, Davíð klárar í 4. Við þurfum að hafa endursýningu á þessu, ég náði þessu, þannig að hér fáum við það. Drama fram á síðustu hring, maður. Fáum við þetta hérna fyrir aftan bílinn. Þetta var rosalegt. Davíð passa sig hérna, setur hann upp, hann er góðu drafti. Jónægir er að slæta hægri vinstri. Já, Davíð snertir hann ekki eins og Jónægir sér algjörlega þetta sjálfur. Bara misti stjórn á bílnum og því fór sem fór, en þvílík keppni og endir á keppni. Það er Viktor sem kom sá og sigraði og þetta var bara aldrei í hættu. Menn eru að henda hérna, það er búið að færa hérna Drive of the Day, hér útnefndir eru að sjálfsögðu Viktor og Ólefur er nefndur hérna líka. Við skulum... Eva. Þetta getur mikið... Pitt Viktor, já, Pitt Viktor. Já. Var
Var hann ekki Forza Kriegers? Jú. Jú. Hérna sjáum við það. Glæsileg keppni. Og sjá hérna úrslitin. Það er Viktor, eins og við erum búin að nefna, sem að sigrar þessa keppni. Oliver Nóer klárar í öðru sæti, Hill í þriðji, Davíð Adams fjórði, Steini Sveins fimmti, Tobbi Tops sjötti, sjöundi, Jón Þór Jóna áttundi eftir samstuð, ekki samstuð, eftir að gera bara mistök á síðasta hring. Jón Brynjar níundi, Brynjar Péturs tíundi og Sindri í 11. sæti. En við erum komin við hérna með söguarinn í spjallið, Viktor. Já. Eru menn bara á róli þessa dagana? Það mætti að halda það. Ég veit aðsöka, ég nýbúinn að vera lasinn, þannig að röddin mín smá svona skrítinn. Ekki málið, herru, þetta var bara virkilega flottur akstur hjá þér og var svo sem aldrei í hættu eftir þú komst þér í forystu. Nei, ég var svolítið hann í byrjun sko, því ég vissi að Steini var með innri línuna. Og ég ætlaði að reyna að láta taka hana sem fyrst sko, en það bara gekk ekki alveg. Þannig að ég endaði annar í smásund. Og svo misti ég punktin í einu síkeinu. Já. Fekk ekki penalty fyrir það samt. Það er betra að vera safe í fyrstu beygju en sorry, eins og maður segir. Já. Virkilega vel ekki það, Viktor, í kvöld. Ég ætla hérna að Gunni er náttúrulega rosa duglegur núna að uppfæra mjög hratt í stöðuna. Það ekki tekið til það að þú ert búinn að ná hérna á Davíð Adams. Ég held að það er bara náð muninum hans alveg. Ég held að mér sýnst þeir eru jafnir í öðru sæti. Já, ok. Mér sýnist líka hérna í spjallinu að vera að kjósa driver of the day og nú ert þú með 80% atkvæða þegar ég tala þessu orð. Nú, já. Þannig að þetta lítur vel út. En já, ég segi bara til hamingju. Þetta er önnur keppni sem sigrar í röð núna. Já, ekki. Jú, við tókum því spjall hérna fyrir 2 vikur síðan. Já, Suzuka, já. Akkurat. Ein spurning, Viktor. Ég og Ingi voru mikið að velta fyrir okkur hvort það hefði verið eitthvað sjans að taka eins stoppa race. Var það eitthvað í myndinni hjá þér að fara hard? Var það ekki hægt kannski? Nei, það var alltaf bara medium hard. Já. Ég er búinn að vera ef þetta mun ekki. Já. En var það kannski ekkert gerlegt svona í raun og veru eða? Gerlegt. Að láta dekkin endast og tankinn endast? Já, nei, þetta er Hefði bara... það verið hægt? Já, það held ég. Já. Ég heldur nefnilega svo lengi að Jóna er alltaf að gera það sko, svo bara hoppa hann allt inn í pitt og fór með allar eitthvað vangaveltur út úr gluggann sko. Já. Nei, ég tók alveg, ég er nú bara útkeyra þessa braut sko, ég tók hana 50 hringi eitt kvöldi og svo tók ég 100 helgina. Já, það bara, maður setur klukkutíma inn og maður fær tilbaka, það virkar bara þannig. 100 hringi, já. Það er 200 mínútur, það er 3,5 tími, vel gert. En hvernig líst þér á næstu keppni? Við erum að fara til Tókjó í Express, við erum ekki oft keyrt þá braut. Við erum einhverja skoðun. Hún verður áhugaverð. Já. Já, ég held það. Þetta er mikið beinakafla og já, vissulega áhugaverð braut. Það er alveg hægt að taka fram úr og leika sér. Þetta hún er stórhættuleg. Já, hún er stórhættuleg. Klárlega. Háir vekkir þar, auðvitað að fá skemmt. Ég veit ekki hvað ég var lengi með þetta circuit experience á Subaronum. Já, algjörlega. En ég segi bara, Viktor, enn og aftur, til hamingju með sigurinn og hérna, við sjáum þig bara hérna að 2 vikum liðnum í næstu keppni og sjá hvað þetta og haldir stríkinu áfram. Vonandi. Bara gangi vel, takk ykkur. Og ég segi bara, ég ætla bara að segja takk fyrir mig, Viktor, og til hamingju, takk fyrir kvöldi, Ingi. Takk fyrir mig og bara minni á úrvalsdeild á sama tíma, annað kvöld. Endilega fylgist með, það verður geggjukeppni, en þangað til næst þá bara takk fyrir okkur.